Sæll blessaður stundin. Sælir. Herðu, þetta þátturinn skiptistöðin og velkomin í hann. Þakka fyrir. Þannig að þú færð þann heiður að vera fyrsti maðurinn sem ég bókstaflega þekki ekki neitt í þáttunum mínum. Ég búinn að þekkja alla þeirra sem hafa komið hérna yfir áratug. Já. En við rákumst nú á hvorn annan, það sem við erum nú báðir svona semmi wannabe leikarar. Jú. Og við áttum hana spjall og ég tók eftir í að fólki að fara að hópast í kringum okkur og var bara að hlusta á okkur og byrja að hlæja og það var einn þá bara, herri, ég þarf að fá þennan mann hérna. Þannig að ef þau hafi gaman að þá lítur okkur annar að gaman að. Já, það góðs vísi allavega. Já, lítur vel út. Já. En ég ætla að setja smá pressu á því hérna. Já. Ég nefnilega dreymdi alveg ruglaðan draum í nótt. Ok. Þannig að ég hef alltaf búin að sofa og þessi draumur sko við byrjum bara á vitleysunni bara strax sko, það svo gaman á svona draumum að gera og ég var að spá í sko hvort að þetta væri nú minn akkillesar hæll því að ég í draumnum mínu sem var mjög raunverulegur þá var ég sofandi og síðan vaknaði það er rosa meta, sofandi í draumnum já, bara hefða gott, allt svífandi og síðan vaknaði það að kona sem býtur eiginlega hælinn af annarri löpunum minni Af? Já, bara af. Þannig að ég stend upp og veit ekkert hvað að gerast, veit ekkert hvað konur þetta eru og það ráðast á mig og ég eitthvað að slást við henni. Já, fleiri en ein. Það eru tvær. Já. Og ég bara, herru, hvað að gerast þetta og get ekkert stíið löpina þannig ég alltaf að detta niður og ég fór að setja þetta bara í svona, í hausinn á mér, því að hausinn á mér svo skrítinn. Bara, þetta því að ég búin að vera eitthvað að tala feminista á neikvæðan hátt, svona öfgafeminista og það minn akkillesar hæll og verið að vara við ykkur að vera ekkert að tala meira feminista Það nagaði í hælana að gera það sko það verið minn akkillesar hæll í skiptistöðinni sem það eru feministinir, það ekki alltaf verið að reyna að segja okkur eitthvað Já, jú í draumum, já allavega sko, mig dreymir oft gríðarlega skrítna og undarlega drauma en ég áttaði mig á því fyrir ekkert svo lengur síðan að ef að þú áttar þig á því sem þú sérði eitthvað sem þú þekkir en hann vitlaus aldur eða þú sér klukku en getur ekki séð hvað hún þá þið að dreyma og þá getur þú svolítið ráðið hvað gerist Okay. og í flestum tilfellum þegar ég fatta að mig að dreyma þá ákveði ég að fljúga. Það uppáhaldið mitt, að fljúga í draumi. Og það sem verður mér erfiðast að halda mér á jörðinni. Ég þarf alltaf að vera að ýta mér niður úr loftinu til þess að komast niður á jörðina og halda mér í borðið til þess að svífa ekki upp úr stólnum og eitthvað. Okay. Og það bara ein af mínum uppáhaldstilfinningum, þetta þyngdarleysi. Það svolítið flippað. Ég man ekki eftir, ég held að mér hafa aldrei dreymt að ég hef verið að fljúga í draumi. Ég svolítið auðvendaði þarna. En tjekka á því næstu þau dreymir ef þú sér klukku þú getur ekki séð hvað hún meðan mann að dreyma þá getur maður ekki lesið klukkur apparently Þetta athyglisvert. Ég hef aldrei séð hvað klukkan í draumi en ég hef oft séð klukkur kirkjuklukkur og alls konar vilsu Ef ykkur vinur eða vinkona að hlusta núna á mig endilega senda á mig ef þið hafi séð klukku og séð hvað það ég forvitin annað fólk upplifir þetta líka sko. Já Þetta athyglisvert. Mér finnst þetta nefnilega svolítið magnað og sko þetta að geta flogið það reynist mér stundum svolítið hættulegt af því að ég líka með bipolar 1 þannig að ég fæ maníska episóda þar sem að ég missi kannski svolítið tengsl fyrir raunveruleikann og þá svolítið slæmt að halda maður gæti til dæmis flogið. Já, ég myndi alltaf það. Því að það vill svo til að það margur sem heldur að lofthræðsla sé svona, þú veist, órökrétt fóbía. Ég ekki alveg sammála því. Mér finnst þetta mjög rökrétt ef maður fer hátt upp, þá langt niður og vont að lenda þar. Og ef þú heldur að þú getur flogið, þá ferðu nú hátt upp til þess að virkilega njóta þess. Já. Og það kemur alveg fyrir bipolar fólk að heldur að séu englar eða eitthvað svoleiðis. Þú sagðir hvað? Bipolar 1.
Er það sterkast þetta á tilfellið að hvernig Já, sko, eru tölunar í þessu? Já, munurinn á bipolar 1 og bipolar 2 að bipolar 2 finnur mikið meira fyrir þunglindinu og ekki eins mikið fyrir örlætinu, sem sagt örlátunum. Þegar gerir eitthvað fyrir þessu? Já, nei, verði ekki svona hyper. Þú veist, verði ekki... Það ekki svona háttu? Nei, fara ekki svona háttu upp og missa ekki tengsl við raunveruleikann þegar þau eru háttu uppi. Þau kannski í 2 vinnum og æfa 7 sinnum í viku og hlaupa alltaf á mótnana og eru með alltaf reynu í alveg, þú veist, 3-4 mánuði eða eitthvað. Svo kemur alveg löng þunglindislota á eftir. Að meðan að ég ekki bara í 2 vinnum að æfa 7 sinnum í viku og hlaupa á mótnana og eitthvað. Ég líka vissum að eins og til dæmis í fyrstu manníunni minni sem að ég man aldrei hvort það var 2014 eða 2015 þá sem sagt vissi ég trúði því ekki, ég vissi að ég var frá annarri plánetu. Wow. Já, og sko þetta var svo raunverulegt fyrir mér að ég ennþá með bernsku minningar af annarri plánetu. Þar sem ég hljóp í grófu bláu grasi sem var svolítið eins og sandpapír en það var allt í lagi að því að fæturnir á mig voru svo hreistrugir. Wow. En svo fór ég í gegnum svona genasplæsingu þannig að ég liti út fyrir að vera mennskur og gæti makast með mennskri konu því að afkomandi minn og afkomandi þeirra sem ég var með í liði kæmu því til leiðar að mannkynið kæmist aftur inn í sem sagt alheims samfélagið. Wow. Málið nefnilega að meðan þið eru ennþá að drepa hvert annað þá ekkert hægt að bjóða ykkur í partíið með öllum hinum, skilur við. Nei, það með ekki sæðis. Þannig að það þarf við erum búin að reyna svo oft áður, þetta á pælingin, sko. Þetta brjála, sko. Við vorum búin að reyna svo oft áður, en við sendum alltaf bara 1 í 1. Heldur að Jesú hafi verið mennskur. Þú veist, þarna var ég. 2014. Það, sko, bara þá... Já, ég sem sagt útskýrði þetta fyrir þáverandi kærastinu minni og það sem þú varst að segja mér á þeim tíma sem þú trúður þessu sjálf. Akkurat, og þetta var alveg sko örugglega 3 tíma samtal milli okkar, þar sem að hún var að höggva sko, já en það meikar ekki sens og blablabla, til þess að reyna að finna sprungur í rökunum og eitthvað, en í maníu veistu það sem þú heldur ekki neitt. Þú ert með lausnina, sko. Já, wow. Svakalegt. Og hún náttúrulega var skelfinglostin, þannig að hún fór með mig til parsins sem við kynntumst í gegnum. Besti vinur minn, þá, og besti vinur hennar, besta vinkona hennar, voru par. Og við kynntumst í ammælinu hans. Hún fer með mig til þeirra og þau hlusta og í staðinn fyrir að sem sagt, reyna að finna rökvilluna í því sem ég að segja verða þau bara spennt herðu, vá, þetta rosalegt maður við verum að segja fleirum frá þessu í alveg talað, við verum bara að drífa okkur á stað og segja fleira fólki frá þessu og ég náttúrulega bara, heyrðu, já, frábært til í þetta og svo bara stokkið á stað og sest út í bíl og ég náttúrulega bara settist í miðuna á 2 belti og rosa spenntur og bara, já, heyrðu, vá og svo fara með upp á deild og beint upp á geðdeild og það bara sprauta í rassinn og... Nei, þú veist, mér þótti náttúrulega fáránlegt að vera þar því að þar fólk, þú veist með allt og mikla vinnu og engan tíma til þess að vera að standa í missionunum á okkur skilurðu, þannig að ég var ekki til í það þannig að, og með vinum mínum og þessum 2 nettu konum þau voru ekkert að fara að glíma mig þá 105 kíló inn á geðdeild. Ég hefði bara pakkað þeim saman. Það og sérstaklega að því að þegar ég í svona kasti allt og gat allt. Já, líka adrenalín sem fylgir þessu rosalegt. Þú verður bara farið svona superhuman strength þegar þú ert í svona kasti. Algjörlega. Ég var með virt brjósklós í mjóbakinu á þessum tíma. Þannig að ég var alveg til í að fara niður á Fossvog, niður á Slísó. Því að ég var búinn með, hvað var ég að éta? Tramadol og eitthvað. Ég var að éta þetta svo Smarties, þannig að auðvitað var það búið, Parkdin Forte og allt þetta drasl. Og sko,
þegar ég kem inn á sjúkrahúsið þá byrjar glænýr raunveruleiki alveg kaflaskil gemur þetta dótið búið alveg farið ég var orðinn læknir og bara svona og það bara gerðist við það að stíga við þröskuldin á neðarmóttökunni og hurðin sem maður kemst ekki innum nema maður sé, þú veist nema læknir kom að ná í mann hún opnaðist af því eitthvað var að fara út ég hélt að væri verið að opna fyrir mér og gekk náttúrulega inn af því að þú veist setna á vakt og eitthvað og ég reyna að tala við sjúkling og enda í gólfinu með 4 lögreglumenn ofan á mér það sem að ég var sprautaði niður það er svakalegt maður ég vaknaði bara, ég veit ekki hvort það voru margir klukkutímar eða einhverjir dagar eða eitthvað en ég vaknaði á stiftarúminu inn á geðdeild og var svo þar í mánuð til þess að ná mig niður. En þú vaknar, manstu eftir þessu öllu og ertu ennþá kannski í svona rofi eða í kasti hvað köllum við þetta? Já sko þegar ég vakna ég komin niður úr sem sagt geðrófinu en ég ennþá rosa ör. Ég sem sagt var að taka svefnlyf til þess að geta sofið af því annars svaf ég ekki neitt svo svakalega ör sko og þetta er svolítið eins og að vera á vökunni nema það er engin rökvilla skilur, það er allt sem hún segir út frá mínum raunveruleika make a sense ég er aldrei á skjön við sjálf á mig eins og til dæmis að ég væri á amfetamínvöku eða hvað nú skilur þá fer maður stundum bara að tala þvælu þú ert alveg með svona bara kristallklér það er allt skýrt og raunveruleiki minn er eins áþreifanlegur og þinn við bara erum ekki að deila sama raunveruleika þetta er rosalega þetta er mjög áhugavert og sko ég átti að taka sko venjuleg manneskja sem tekur 2 töflur af svefnlyfjunum sem ég var á sem ég man ekki hvað heita akkurat núna sefur í svona 8 tíma og vakna þunn ég tók 8 svaf í 4 tíma og vaknaði bara eins og blíspertur bara eins og eftir 4 bolla kaffi en er þetta ekki hættulegt fyrir hjarti? Ég get ímyndað með þér sko með allir adrenalín og allt það er hjarta bara eins og hjarta að skokka eða eitthvað það versta í þessu er svefnleysið það er versta í svefnleysið af því að sko maður hættir að sofa og það er talað um að eftir 10 daga svefnleysi er ekkert víst þú komir alveg heilt tilbaka og niður úr manju er ekki víst heldur að þú komir alveg heilt tilbaka ég hef voru vitna því þegar að menn missa tengslu raunveruleikan þá verður hann kannski ekki alveg áþreifanlegur á eftir ég hef séð góða menn fara þarna upp og þeir eru ekki ennþá komin tilbaka það var reyndar út af fíkniefnaneyslu og þeir vöktu of lengi og fóru í geðrof af vökunni búin að ganga of lengi á amfetamíni og síðan faraði niður yfir og þá eru þeir sprautaði niður og haldið þar í góðan tíma þeir eru ekki jafn hátt uppi en þeir aldrei samir aftur það er bara orðnar einhverja varanlega persónubreytingar að þeim og er ekki raunveruleikin er ekki alveg í sambandi lengur sko það sem þetta gerði fyrir mig það hafa orðið ákveðin kaflaskil í mínu lífi nokkru sinnum þegar ég var 12 ára þá í fyrsta skipti fór ég að berjast gegn skólakerfinu af því að fram að því sem einhverfur svona hvað var þetta kallað ofviti henni í gamla daga var það kallað þurfti ég aldrei að hafa fyrir námi það gerðist bara og það er ennþá svoleiðis í dag ég les stærðfræðibækur og skil þær og ég kendi til dæmis Kára frænda alla hans menntaskóla stærðfræði án þess að kunna hana sjálfur ég las bara kaflana sem að ég átt að kenna honum og kenndi honum hann svo af því að stærðfræði fyrir mér er bara eins og tungmál en er ekki alltaf bara eins og íslenska og enska og danska
En er ekki líka alltaf sagt með miklum gáfum, þá verður maður geðveikari og því gáðari sem þú ert, því geðveikari verður. Það er svo rosa þunn lína og ég segi að línan sé í raun og veru bara if you're winning, you're a genius. Já. If you're losing, you're crazy. Já, ok. Já, það fyrir eftir hvernig maður nýtir þetta. Já, af því að ef allt gengur upp sem að snillingurinn er að gera, successful as hell. Já. Ef það gengur ekki upp, þá er hann bara geðveikur. Já, en til að vera, ef maður skoða mannkynssöguna, þá eru nú flestir að glíma þarna við geðveikið alkoholisma sem hafa sett svona spor á mannkynssöguna, en maður þarf klálega að vera. Það er ekki spurning. Það er þessi fjölbreytileiki tauganetana. Já, bara líka, ég ætla að taka saman fullt af fólki og ráðast hérna á næsta land hérna og við förum hérna með sverð bara og skildi. Það þarf að vera alveg snar. Og líka... En trixið hjá kónginum, af því að kóngurinn var í raun og veru ekki kóngur frá upphafi, hann var bara gaurinn sem átti mest. En það að hann hafi náð að sannfæra líðin sem bjó í drullunni, við eigum þetta land. Berjist nú fyrir mig til að eignast meira land, þið sko, ég lofa. En hann átti það samt allt sjálfur. Þetta er það sem ég ætlaði að tala að sko, við höfum öll upplifað það að eitthvað kemur labbandi inn í herbyggi þá snýrðu hausnum, þú bara finnur fyrir orkunni, kemur inn í herbyggi og hvernig herbyggi breytist og einmitt ég held það, þú þurfur að vera í einhverju brjálu maníukasti eða geðrofi með alla þess að geggju orku sem kemur með því til að einmitt að ná til alla líðsins og samfarnum að fara bara, þú getur dáið en bara fyrir konungsríki eða hvað sem þeir segja þú þarfst að vera alveg snar held ég sko. Það er bara... Já og hugmyndaríkur því að þú getur líka sagt þetta sé fyrir Guð. Fer það ekki oftast þangað? Þannig getur þau tekið massan og sérstaklega af því að sko það var svo lengi sem að allt Guðsorð var á latínu. Já. Og almúginn talaði ekkert latínu. Það voru bara prestarnir sem töluðu latínu, prestar og biskupar og Almúginn kunni bara ekki að lesa í þá daga. Það voru bara þeir útvöldu sem fengu að lesa. Og þeir fengu traust, brjálaðislega mikið traust. Og þangað til að ég held að það hefði verið svartidauði, sko, þeir þurftu alltaf að prestarnir, þurftu alltaf að gefa last rites. Þannig að í svartadauða fjall prestastéttin 80%. Já, ok. Það bara dóu 80% allra presta. Já. Þannig að það varð mun auðveldara að verða prestur. Þannig að þú þurftir ekki að vera eins snjall og þú þurftir ekki að vera eins góður. Og þá fóru prestar að hafa það bara skítfínt af því að menn fóru töluvert mikið meira að gefa allar eigur sínar til kirkjunar. Já, það var syndaflausnin. Eitt stærsta svindl sem í mannkynns sögunar. Þannig eignuðist þeir allar lóðir og sveitabæi og allt gullið sem þau voru búin að sankaða sér. Já, meiri segja hérna á Íslandi. Kirkjan á alveg gríðalegt land. Já, fyrir þá sem viti ekki, sko, syndaaflausn, þannig að flestir sem vita þetta, en ef ykkur eru að hlusta, þá var það þannig að þegar þú lást á dánabeðinu og varst að deyja, þá kom maður frá kirkjunu, prestu væntanlega, og sagði við því, og ef þú gefur allt til kirkjunar, þá gefur syndaaflausn og fyrirgefum allt sem þú gert í lífinu og þannig kemstu inn í himnaríki. Og þannig að fólk skrifaði brundir, gaf kirkjunni allt og þarna eignaðist kirkjan jarðir sem voru þetta mesta verðmætið, þannig að þeir leiðu sig út í jarðinar og þá fenguður allt gulli til sín, fyrir gegnum leigupeninga. Akkurat. Og þarna kemur þetta stórveldi, þetta er ekki flóknar en þetta, þarna urðu þeir bara svona stórveldi, já, í gegnum business. Mikill business. Þetta er rosalegt svindl, sko. En það var fram að svartadauða, það voru prestar svona í raun og veru ráðamenn og rosa það samfélagið skiptið á mestu máli. Að samfélagið væri í lagi og að það sem sagt gelaði allt smoothly. Þú veist, það er ekki fyrir en eftir svartadauða þegar að rotnueflin komast inn í prestaskólana því að það bara sárvantaði presta. Já. Þú veist það því að þeir voru nánast allir dauðir. Já, þarna eru ennþá á þeim tíma að trúin hélt almúðunum svolítið gangandi svona siðferðislega.
algjörlega. Þannig að þeir þurft að manna greinlega þessar stjettir bara til að hafa siðferðislögguna og predika yfir fólki svo að hegða þessi vel, því við vorum ennþá svolítið villum en hann að berjast við að drepa ekki hvort annað, sko. Já, þurftum loforð velun fyrir að vera sæmileg hvert við annað. Við vorum svo stutt eftir að við erum dauð. Við þurftum loforð velun. Já. Eftir að við erum dauð til að vera sæmileg hvert við annað. Já, maður pælir í tilfinningagrindinni sem hefur verið þarna. Hún hefur væntanlega ekki verið mikið. Ef ég var að stinga með sverði, þá var ég almennilega ekki að gera mig grein fyrir sásökunum sem ég var að valda þér. Og ef ég var að særa þig eða grýta þig bara með ykkur, það var bara hluti af lífinu og það var ekki almennilega samkennt. Og það var bara eðlilegt mál að sakamenn voru settir í gapastokkin. Já, og fólk Svo voru þið bara grýttir jafnvel til dauða. Já, það var alltaf leið. Það átti að bara skilja þetta bara hluti af sjóinu og síðan sérðu líka hluti af sjóinu. Það var bara þannig. Þetta var skemmtiatriðin í gamla. Við horfum á Netflix í dag en það var ekkert að gerast. Þannig að kannski einu sinni mánuði þá var búið að taka ykkur að glæpamenn og síðan voru þeir leiddir niður á torg eins og við færum bara með það hérna á Ingólfstorgið og þar voru þeir bara hálsögnir og allir bara já með börni sín og bara geðveitt stuð. Family affair, allir mætti með nesti og svona. Já, þetta hefði ekkert betra að gera og það voru allir svona illkvittnir í kjarnan en þá þarna þannig að það voru allir að gleðjast yfir þessu, sko. Já, kannski ekki allir en stór hluti af samfélaginu. Já, og mannslífi bara einskis virði og... En þetta minnum á eitt og ég verði nú að skjóta það inn. Það er vinur minn, hann, sem er algjör snillíkur, Kristinn Június, og hann þeir bræði tvíburabræðinir. Gull og Kitty. Gull og Kitty, eru miklu menn. Bjöggu beint á móti mér þegar ég var krakki. Ég var á Vígalófti 5. Já, bara það er heiður fyrir alla sem hanga með þeim, sko. Þeir eru svo miklu meistarar, sko. En þeir komu með þetta og bentu mér það. Þú fattar alveg að í gamla daga, þegar það var að leiða fangana að gapastoknum og allir byrja að grýta þá með græmmiti og öskra þá og skirpa þá. Það er allt hann að fólki á samfélagsmiðlum sem að trillast núna. Þetta eru sömu típuna. Já, þetta eru kommentakerfin. Já, það er fólki sem var þarna í gamla dag alveg að trillast. Og þetta er svo vel sagt hjá þeim, sko. Ég get ekki heiðra mér þetta, ég verð að gefa þeim allan heiðurinn að þessu, sko. Það er bara rétt að gera það. En þetta, já, það meikar sens. Algjörlega. En þetta er, já, við höfum verið fjandigrimm í gegnum mannkynssögun og ég hef búin að segja oft hérna í núna þáttunum hérna að við erum rosa heppnir að vera uppi á þessum tíma. Já, og sko, í raun og veru er ég fyrsta kynslóð af ekki kannski alveg, en næstum því ljúfri foreldrun. Þar sem að ofbeldi er ekki viðurkennd uppeldisaðferð. Já. Skilurðu? Þannig að ég fæ að foreldra börnin mín alveg án ofbeldis. Já. Þó að ég hafi kannski ekki alveg upplifað það sjálfur af því að ég var fyrir smá ofbeldi og eitthvað svona. Þá get ég alið börnin mínu upp þannig að þau séu aldrei hrætt við mig. Það er yndislegt. Það er það sem við þurfum að kenna og það er bara það sem allir að átta sig á að börnin gera það sem er fyrir þeim haft, ekki það sem þeim er fyrir sagt. Nei. Það er sagt þeim það út bláir í framann alls konar hluti og það er bara eitt og út hitt. Við erum bara ennþá svolítið apar, við öpum eftir. Þannig að við þurfum að leiða börnin inn í svona kærleik og það er eiginlega það eina sem getur svona bjarga mannkyninu en við erum því miður að stefna aðra stefnu núna og þetta eru óttaslegni tímar, þú sér nú hvað er að gerast þannig í Mið-Austurlöndum. Ég held að fólk gerir sér ekki almennilega grein fyrir þessu. Ég reynda var svolítið smeykur þegar Sýrland ruglið var í gangi. Já. Þá var maður, ok, en núna erum við svolítið komin aftur á þann stað, sko. Já, sko, það sem að þeir verða að passa sig á þessir einræðisherrar er að þeir verða að vera með gjaldmiðlinn sinn tengda við dollaran. Ef þeir ætla að fara að tengja gjaldmiðlinn sinn við gull, þá verður stríð. Já. Gaddafi var drepinn af því að hann ætlaði að vera með gullgjaldmiðil. Saddam Hussein líka. Þú veist, þannig að ef þeir passa sig bara á því að láta OPEC ríkin ráða og vera tengd í dollarnum þá sleppur þetta til. Því að ég man ekki hvort það varu efstu 20 sko Bandaríkin eru með eyða meira og eru með stærra herveldi en næstu 20 ríki á eftir.
Já, en það bara því olíuviðskiptin eru bundið $1. 16 af þessum 20 ríkjum á þessum topp 21 lista eru bandamenn Bandaríkjanna. Það eru bara 4 sem eru óvinveittir á þessum topp 20 lista. Já. Þú veist, þannig að þetta eru svo stjarnfræðilegar upphæðir sem að þeir eru að velta til þess að passa upp á veldi sitt. Ég meina það borgaði sig fyrir þá að rannsaka á hvorn veginn klósettrúlur eiga að snúa því að það sparaði þeim $100 milljónir að setja upp reglugerð hvernig klósettpappír á að snúa á klósettrúlunni. Í alvörunni? Já, það á að vera yfir því annars notaru allt upp undir 25% meiri klósettpappír. Í alvörunni? Já, og þetta voru bara fleiri að minnstakosti tugir ef ekki $100 milljóna sem þeir spöruðu. Ég þarf bara með svona. Að glugga í þessa rannsókn. Já. Ameríski herinn, sko. Þetta er svo undarlegt apparat. Bara Ameríkar yfir höfuð, sko. Ég var þarna fyrir ekkert svo lengur síðan. Ég held hvort að það hafi verið fyrir 2 árum síðan. Ég fór og var sem sagt Thanksgiving, Halloween, jól og áramót í Bandaríkjunum. Hvað í Bandaríkjunum? 13 mismunandi fylkjum. Nú, sæl. Ég tók sem sagt Vesturríkin og með Vesturríkin. Og byrjaði í Portland, Oregon og fór svo niður til Suður Oregon og var þar á grasbúgarði þar sem að ég var bara í því að klippa niður plöntur og snirta bötta. Já. Og ég var í því í 3 vikur og fekk fyrir það fullt af peningum og svo var ég bara ferðast, fór til Vegas og Reno og fór í gegnum LA og var í San Diego í svolítinn tíma og svo keyrði ég frá San Diego til Sioux Falls og mér minnir að það séu 1600 mílur og ég gerði það á 2 dögum. Sæll. Læti. Þetta er alveg fáránlega vegalengt. Hvort það er 600 kilometrar eða 600 mílur, ég man það ekki, en það munar alveg helling, þú veist það, því að 600 mílur eru 3000. Hvað segir snillingurinn okkar á soundboardinu? Hvað er langt milli Sioux Falls og Ég held að hann sé að leita, ertu að leita að klósettpappír rannsóknunum núna? Já, ég er ekki alveg að finna það. Nei, ok. Annað en að bara flestir vilja hafa þetta óer, sko. Já. Það meikar einhvern veginn. Já, það er alveg að byggt af könnun sem hann sagði mig frá þegar ég var með seinni bassmóðu minni, þá besta vinkona hennar var með Hermanni og hana Bass. Það er svo langt síðan. Að þetta var þegar það var herstöð á Ásbrú. Já, ég vann þar. Já, það ekki? Jú. Varst að flytja? Ég var að flytja. Með P.A. Nei, ég var ekki, það var Icepack og Propack. Það voru hinn, það voru 3 fyrirtæki, sigur megin. Og þetta er mjög skemmtilegt og maður kynntist mikið kanonum, því ég er inni hjá kanonum að pakka niður öllu dótinu sem þeir eiga. Mér finnst það svo magnað að þeir bara eins og við sjáum dótið hér er dótið þeirra. Jável ennþá í hillum og allt sko. Þú ert bara að taka úr hillunum til þess að pakka fyrir þá. Þau gera bara ekki neitt. Nei, þeir eru svolítið degraðir og þeir eru fyrirkynntað líka. En það skemmtilega er að ég vann þarna svolítið lengi og þá fekk maður að kynnast kanonum að því að þeir koma allstaðar frá Bandaríkjunum og það er gríðalegu munur á þeim sko. Það er svo 50 mismunandi lönd. Já, þetta er svolítið þannig sko. En hvað sumir eru yktir, maður sér þetta í bíómyndunum sem sá maður á vellinum, hvernig þeir eru hana labbandi út á götunni og alveg búin að æfa eitthvað svona sérstætt göngulag og eins og teiknimyndafígúrur af sjálfum sér. Rosalega, þeir eru svo stereotypurnar að úti sko. Jeez. Svo aðgæðlegt sko. Það var bara maður var nánast valtur yfir í hvað maður sá mikið af fólk sem var bara eins og nánast eins og stereotypunar sem maður sá í Police Academy myndunum hérna í gamla daga. Já, þetta er svona bara eins og teiknimyndafígúrur af sjálfum sér. Algjörlega sko. Þetta er svo magna. Já, ég var svolítið ungur hérna og þetta var mér finnst líka magna sko að horfa, það var alltaf cable TV með henni voru og
það alltaf verið að tala svona áróður og þarna byrjaði ég að taka eftir í fyrsta sinn að rosalegur heilaþóttur á þessa menn sko, og bara það var á 20 mínútur fresti, þá kom eitthvað skriðdrykki keirandi, be a hero, fight for your country, be a man og eitthvað, þetta var rosalegt og þá byrjaði ég að fá áhuga á svona public relationship eins og maður kallar það PR og átta sig á því bara ok og ég raun og veru áróðri eins og hann leggur sig. Já, þeir eru svo hvernig segir maður, þeir gera þetta svo vel, þú tekur ekki eftir í að það er verið að heila þau, þeir eru búin að það er enginn sem kemst nálægt Bandaríkjamönnum í að gera einhvern heila þáttu við eða láta þið mynda skoðanir á þess að þú takir eftir í. Með Norður Kóreu, þú sér það alltaf svona, ég veit hvað þetta gera. Og við hérna á Íslandi, við erum orðin svo rosalega undir áhrifum Bandaríkjanna, bara í gegnum Netflix og allt þetta. Kunnum jável bara daglega frasa sem þeir nota, en veitum ekkert hvað þeir koma. Nei, og síðan þetta allt komið upp á borða. CIA, þeir voru í Hollywood, þeir voru á Twitter og þeir eru búin að rannsaka, þú getur flett tilbaka endalist að svona rannsóknum. Núna nota þetta allt í gegnum myndir og þætti og eru með ákveðna uppskrift. Þannig að þú ert núna og allir eru núna bara, já, Bandaríkin bara Úkraína vondir, Rússinni vondur, en við vitum ekki það. Við erum bara að möta einhverju upplýsingum sem eru stjórnuð af Bandaríkjunum, en þegar við fyrir að hugsa það, við vitum ekkert hvað í gangi. En við höldum það því að við erum alltaf að fá þessu upplýsingu, við erum alltaf að fá hann áróður og þess vegna höldum við bara, já, ég held með þessu landi. Þetta það sama að gerast í Rússlandi, það er bara svona spegilmyndin af því sem að gerast hérna, þá eru þeir bara Bandaríkjamenn vondir, Rússar góðir og við virðumst, það er svo skemmtilegt þegar maður að tala á fólk, það virðist ekki átta sig á því að bara, já, ef þú byggir í Rússlandi þá eru með allar þessar skoðanir bara hinum með við borðið. Þú eru nákvæmlega, myndir hugsa nákvæmlega eins og ég er enda að benda fólki á að vera að mótmæla. En svo þegar fólk tekur rökin, sko, já, en ég þekki Rússa sem að kom hingað og er bara eitthvað anti-Putin, bla bla, já, hann líka flúði, hann fór. Það er ástæða fyrir því. Já, hann er ekkert heldur að fara að koma til Ísland og segja áfram Putin. Þeir sem eru áfram Putin, þeir eru kjörrir í Rússlandans Putins. Þannig að þeir eru ekkert eitthvað hér áfram Putin að gerast innflytjendur eða jável flóttamenn eitthvað staðar annar stað. Og þó að myndi verið að gera það, þá myndi hann, ef hann er komin allavega til Ísland, þá er hann komin með gáur. Sko. Nei, áfram Putin, hann kannski gerir í byrjun og síðan fattar hann strax, já, nei, ég ætla ekki að gera það í Íslandi. Betur að segja bara, ég er á móti Putin og ég fá að velja hér og fá vinnu, já. Það er, en ég talaði reynda við, ég hitti hérna, fór út á lífið, það sé ekki alveg mánuður eða svo, þetta var eitthvað tönn í sumar, hitti hérna ungan mann frá Úkraínu og ég sagði við hann, ég var að fara að byrja podcast, ég með númeri hjá hann, við erum aðtáð hvort sé ennþá á landinu, talaði að fá hann hérna og hann var að flýja Úkraínu út af því að þeir eru að stela ungum mönnum eins og honum, bara taka þá upp og henda þeim fremst á víglínuna. Þannig við sáum það í fréttunum að þau bönnuðu bara kallmönnum frá X aldri til í mann og ekki aldurinn að þeim, þau máttu bara ekki yfirgefa landið en síðan voru konur og börn að yfirgefa Úkraínu. En ég hef ekki ennþá séð í fréttunum neinstaðar að þeir eru að gera, við vorum að tala Rússarnir eru vondir, þeir eru að neyða fólki til að ráðast á, en það er ekkert verið að tala sko, þetta var bara einhver 18 ára strákur, ég horfði bara á hann er algjört barn ennþá, hann bara, já, ég fór þegar ég var 17, en nú er ég orðinn 18 og núna væri ég að berjast, þannig að, og hann var til í að koma og segja, hann er algjörlega á móti stríðinu, hann sagði að það veri mjög margir á móti stríðinu sem hann þekki frá Úkraínu, þeir vildi þetta ekki, þetta væri bara að tapa spil, sagði þeir eru að berjast um þetta stórveldi og ég er ekki að sjá sko hvernig Úkraína getur unnið þetta, jú, það voru allir en Úkraína er að fara að vinna þetta og þeir eru komin hér, en við sjáum bara það sem Úkraínumenn gera gott og það kemur öðru hvoru en jú, við sjáum eitthvað svona eina frétta sem er einhver sókn hjá Rússum en það voru miklu minna það en síðan og er það ekki bara í flestum tilfellum þegar að fréttir af Úkraínu eru orðnar færri og
fólk hætt að hlusta og eitthvað þá kemur rússagrílan aftur nei, þeir eru að koma, sjáu þið bara Já, það þarf að minna á þetta og ég held ég að nú talað um það í einu þætti jú, ég var búin að tala um það að ég er á appi og það sem þeir eru hérna með kameruna hér og aðra kameru hér og þetta er bara í beinni, þetta er magnað nútíman tæknin sko og síðan var maður alltaf að sjá í fréttunum hvað Rússin er vondur við fangana sína en þetta appi síðan er á, það er bara fyrir úgrænumönnum sko, það er þetta köttað á rússana en að sjá hvað þeir voru að gera við fangana þessi þáttur í bannaðurinn 18 en ég get alveg sagt þetta sko, þeir voru að leika sér með hníf að stinga á en ekki, þeir pössu sig að drepa það ekki hratt sko, þannig að þeir voru að pína rússana en maður sér aldrei fréttaflutningu þetta það er það sem við erum að tala um þessi einhliða fréttaflutningur sko, að þeir eru svo góðir en staðreyndin er að stríð ef þú tekur þátt í stríði alveg sem að hvað þú ert góður þú breytist í dýr það kemur svona sem við segjum að góður í íslensku survival instinct í því sko og þú verður bara að gera það til að lifa með ómennskuna sem þú ert að gera það er bara hluti af því og þetta blundar í okkur öllum eins og núna segjum að við förum í 3. heimsstyrjöldina af því að nú hefur við bara upplifað friðatíma eða það hefur ekkert verið eitthvað það er eitthvað svona smá stríð þannig en það er allt langt frá okkur og segjum að heiminum fari bara allur núna og allt trillist þetta stríð sem Nostradamus spáði triði á síðasta heimsstyrjaldi og það mun segjum að hafa áhrif okkur að því að öll skipur byrja að hætta að sigla milli landa með vörur þá þetta vantar mat alvöru olíukreppa þannig að við getum ekki keypt bílan okkar heilu samfélagum munu byrja að hrynja og það sem mun gerast allt þetta tilfinningagildi mannréttindi og allt sem við erum búin að berjast þetta fer strax undir borðið við förum strax í fornæðilu okkar survival of the fittest hvað heldur að gerist þegar enginn kemst til eða frá eyjunni og fólk fer að verða svangt það síðan að segja það er bara þá fólk fer að verða alvöru svangt þá trillist allt það bara þú gerir bara það sem þú þarft að gera til að fæða börnin algjörlega við verðum civil í smástund deilum niður því sem er til og svona eitthvað svo fyrir fólk að stela og þá fyrir fólk að verja sig og þá fyrir fólk að verja sig fastar síðan er allir pirrar að því þeir eru svangir allir komin í brjálaskap sko. það er bara stríð það byrjar bara erum við komin aftur tilbaka við glemdum því svolítið þegar við skrifum undir alla þessa alþjóða sáttmála sem að leyfði alls konar innflutning á matvöru og svoleiðis nokkuð að gæta að eigin fæðuöryggi við erum alveg að klikka það við erum að flytja miklu meira inn en við erum að flytja út af matvöru það er feill og við erum að flytja út alveg stjartfræðilega mikið af óunnum fiski hvaða fíblagangur er það? Við erum að senda fisk til Bretlands þar sem honum hefur breytt í fish fingers af hverju gerum við ekki fish fingers og seljum það út svoleiðis af því að fullunnin vara fær töluvert mikið meira heldur en rávara við hugsaum ekki nógu langt fram í tíman til að fá svona ekki nefnilega við langar bæta einnig verið en við hefur einhver ykkar að drukki reykjavodka já hann er tappaðar á í Bretlandi minni mig íslensk vodka settur í stóra tanka sildur út settur þar í flöskur og fluttur aftur til landsins í flöskum Af hverju er þetta ekki gert hér? Þetta er undarlegt og bara svona svo við kíkjum aðeins á það við erum ekki með nema 40% markaðshlutdeild á grænmeti á Íslandi Ég verð aðeins að fara í þetta að ég minnst þetta svo áhugavert sem hún sagðir að hlýtur að vera eitthvað skýring bak við það eins og ef myndum þetta flutningskostnar það er miklu ódýrar og léttar að flytja risastóra tankavökva en hellinga litlum flöskum það er sér að segja, fáu ekki bara 20% af tankinu tilbaka eða eitthvað restin fyrir í sölu í Evrópu það er eina Jú, líka það þá myndi ég skilja þetta Það er auðveldur að dreifa í það náttúrulega það hlýtur að vera eitthvað svoleið við fáum bara lítið magna af tankinu tilbaka en við erum að missa samt atvinnuskapandi tækifæri að hafa fólki tapat á Reyndar, já. Til að fólki geti selt að ódýrara en það er nú bara þannig og að sáum það nú í hruninu að einmitt fólki sem fær svona hugmyndir og
eru svona frumkvöðlar á viðskiptamarkaðinum þeir dreifðust bara út Evrópu, þeir sáu bara þetta land verður bara ónýtt næstu 20-30 árin það verður allt í rugli hérna og við erum bara farin og við erum bara að fara það sem er betra að skapa atvinnu og ég meina og líka gáða fólki sér það þessi banka skrýmsli sem við lifum við sko ég meina að þú ætlar að fara að stopna eitthvað svona nýtt fyrirtæki segjum að við ætlum að fara að tappa niður hérna vodkana á Íslandi kostnaðurinn við að starta því er svo rugglaður út af alla lagaflækjunu og gjöldunum, skattunum og hvernig bankanir ok, meðan það er að fá lánaða pening ok, ég áauðilega, þetta er bara sama rússneska mafían var að gera í Rússlandi áður en Putin reynsaði til og það er að þessi bankanir að gera á Íslandi það er svona Já sko, í fyrsta lagi lánaðir þeir ekki peningnum og þurfir ekki á honum að halda ef þú átt ekki peninga til þess að starta fyrirtæki þá er nánast vonlaust að fá peninga en ef þú átt peninga til þess að starta fyrirtæki þá er lítið mál að fá lán til þess að starta fyrirtæki eins og er þetta, það er fárlegt alveg sama hversu gott business modelið þetta er ef þú átt fyrir því þá getur þú fengið lána fyrir því en ef þú átt ekki fyrir því þá er nánast vonlaust að fá lána fyrir því Já, líka bara þessi bankar er út af þessu, þeir eru svo komnir allavega íslensku bankanir þetta eru þetta áæra hluti af samfélaginu til að hjálpa ungu fólki sérstaklega að koma sér á stað kaupa sér húsnæði eða bíl hafa svona upprunlega hugmyndin og kannski lána eitthvað fyrir fyrirtækisrekstur en þetta er búið að breytast frá þeirri hugmyndi bara yfir í eitthvað skrimsli í staðan fyrir að hjálpa þér að eignast pening með því að svona hægt og rólið gegnum tíðina ætlum við bara að taka alla peningin af þér og eigninar með einhverju svona skímbulli hérna eins og er bara að gerast núna það var nú í fréttunum í dag vorum hérna með Andris hjá okkur í gær í viðtali og hann reyndar rosalur, það komur óvart sko hann magnar hvað hann er búin að fræðast mikið þessi mál og hann var að tala þetta hjá okkur í gær það sem kom í fréttunum í dag ég sá það á DFF hérna að stóru bankanir 3 eru búin að hala inn 462 milljörðum í vaxtatekjum og þarna hver heldur að sé að borga þessar vaxtatekjur? Almóin þetta er bara ég og þú þetta er bara ruglað og þetta eru bara vaxtatekjur sko í fyrsta lagi er stjartfræðilega vitlaust að þegar ég tek lán upp á 40 milljónir til þess að kaupa mér hús og ég ætla að borga það á 20 árum að ég þurfa að borga 140 milljónir þegar uppi staðið er bara eins asnalegt og það getur orðið þetta er ruglað sko þetta er bara, ég er búin að eiga þetta er hvergi svona í nágrannalöndunum nei það er eignast fólk eignirna sínar ég heyri enn og aftur frá vinum mínum sem flytja til útlanda ég sá bara höfuðstólinn strax byrja að lækka hjá mér það er bara, ég var að byrja að borga þetta og fín lán og lítil afborgun á mánuði og allir bara, þetta er bara ruglað í Íslandi og þetta er sko, ég er búin að kaupi hérna 2002 það sem við erum og ég tek 9 milljónir krónar lán ég hef aldrei klikkað, aldrei tekið við alltaf borgaði og það er að vera dett í 18 milljónir og síðan 2002 þetta er bara bilun ok, það stendst í stað eða eitthvað, ok en hvernig getur 9 milljónir komin í 18 milljónir á, eftir 22 ára stendi greiðslum þetta er bara þú ert bara að leigja af bankanum það er svolítið þannig síðan er það nú reynda þannig líka fyrst við erum þar og ríki eru þetta rosalegt en það var annað, því ég keipti hérna og var ég svona, búin að samfæra sjálfum mig, nú er ég að fara að eignast eitthvað en þú eignast aldrei neitt ég á aldrei eftir að eiga þessi íbúð þótt ég borgin úr bankanum þá fæ ég, er ekki ennþá í gangi að regna skatturinn þá kemur auka skattur á mig og ef ég klikka á að borga ykkur afborganir af þessu þá er þetta tekið að mér svona þá bara beint í lögfræðing og síðan er þetta boðið upp bara fyrir prump við erum að sjá 60 milljónar krónar hús, hvað var þetta í Keflavík? Var það ekki 40 milljónar krónar hús sem fór á, hvað var það, 3 milljónir eða eitthvað? Það er eitthvað svona. Þetta var eitthvað svona, rögla. Þannig að þú eignast aldrei neitt, þú þarft alltaf að borga. Þannig að þetta er eitthvað svona blekking sem við ljúum að okkur að ég eignast eitthvað. Nefnilega. Ég vil aðeins bæta innvarandi lánin og myndist á að tækja svo 20 milljón krónar lán til 20 ára. Já, ég sagði enda 40. Já, og það er 40, með þessu 20. En ef það er 20 ár og það er verðtryggt þá þrefaldast það samt sem áður. Þá þrefaldast það, já, ef það er verðtryggt. Óverðtryggt. Og 40 milljónir verða
óverðtryggt þá þeir valsa ekki Já. en það nefnilega, já, en verðtryggt nefnilega, það svaklega fljótt að hækka þú veist, meðan eins og óverðtryggt á saman tíma tvöfaldast bara Já, akkurat en afborgunin alltaf mun herra á óverðtryggða ég myndi aldrei eins og staðan í dag af því ég bý ekki með manneskju þá myndi ég aldrei hafa efni á óverðtryggðu láni í dag ég bara ekki á þessar íbúð sko. Og síðan hvernig sett þetta upp það var það sem að gerast núna að fólk nú að hlaupa tilbaka rosalega mikið af fólki yfir í verðtryggðu lánin aftur af því að, hvað þetta, 3 ári eða eitthvað svoleiðis fyrir nokkrum árum. Það er búin að vera býsna óstabíl. Já, þetta er bara eitt stóð. Já. Það þarf að fara, ríkisstjórnin þarf að fara að grípa í taumana á þessum bönkum. Þeir eru orðnir allt og gráðir en gallin að menninir sem eru í ríkisstjórninni þeir eiga bara hagsmuna að gæta á einn eða hálft tengda bökun. Töluvert mikla hagsmuna að gæta. Já, þótt að það séu ekki að nafni til, þá alltaf ykkur tenging á milli. Já, þú sér þegar þeir seldu Borgun út úr Landsbankanum, þá það föðurbróði Bjarna sem kaupir það. Já. Og fyrir slik. Og hver var næsta? Og fær svo arð út úr því bara 6 mánuðum seinna eða eitthvað. Ég man ekki hvað það var. Já. Það var örstuttu seinna sem hann fekk arð út úr því sem var hærra en það sem hann hefði borgað fyrir það. Þetta er bilun. Og síðan hvað var það næsta sem þið ætlaði að gera? Þetta er ókeypis peningar. Já, þeir ætlaði að banna síðan, hann var hljópun að við þurfum bara að banna síðan bréfpenningin svo allir komið hérna og noti færslugjöldin hjá Borgun, bara beint í það. Já. Bara, snerist ekkit annað en bara hvernig getum við grætt meira? Já, hvernig getum við verið þriðja aðili í öllum viðskiptum allra? Já, þetta er tekið sneið af alveg öllu. Já, en síðan sko þetta svo ógeðslegt. Þetta er ógeðslegt og ég skil ekki alveg hvernig það virkar. Það verður mjög áhugavert að sjá hvað gerist í næstu kosningum. Með að við kannana. Já. Þá verðist sjálfstæðisflokkurinn verðist ekki ætla að lifa. En ég er svolítið augast á flokk fólksins þessi dagana. Okay. Mér finnst hann svolítið skemmtilegur. Koma fram. En síðan það er einn ungu tapi sem heitir ekki Jóhann, ég man ekki hversu svona hann er. Ég er hræðileg með nöfn, það verðist ekki einbrendast. En hann er í Framsókn. Ég veit að Framsókn er nú oft að nákvæmlega. En ég held að þeir kannski gera ekki gott næstu kosningar, við verðum að sjá. En þeir eru þriðja aðili í stjórn núna, þannig að þeir sem vinna með sjálfstæðisflokknum, þeir yfirleitt Vinstri grænir eru búnir. Þeir eru alveg skít og alveg. En það vissu það allir fyrir. Það er einhvern veginn bara þannig að ef þú fer að vinna með sjálfstæðisflokknum þá er flokkurinn sem vinnur með þeim, hann tekur einhvern veginn fallið og sjálfstæðismenn halda áfram. En Björt framtíð nú, það var nú flokkur sem hann þurrkaðist fljótt út. En ég væri til í að sjá hvað gerist ef flokkur fólksins fær mesta fylgið. Það væri áhugavert. Hverjum heldur þau myndu vinna með þá? Ég væri til í að sjá flokk fólksins vinna með sósíalistaflokknum. Jú, fá bara vinstri á móti. Af því að þá færðu jafnvægið. Þá ertu ekki bara að búa til gler og steypuhallir út í landfyllingum. Þá ertu líka að passa upp á að innviðir gler og steypuhallana sé í lagi. Ekki að byggja risastórt nýtt hátæknisjúkrahús með gömlu sjúkrahúsin með tómum deildum. Af því að það er ekki sett nóg fjármagn í heilbrigðiskerfið. Þú veist. En nú ég ætlum ekki að nafngreina það er alveg 2 einstaklingar í sósíalistaflokknum sem eru alveg snar. Það þarf að hafa öfgana alveg eins og ég meina í sjálfstæðisflokknum og örugglega Framsókn og sko Viðreisn og þessum flokkum eru sko nýfrjálshyggju-tappar sem eru alveg heilagir í hvað heitir það, framtaki einstaklingsins og vilji ekki afskipti ríkisins og það allt saman, libertarian. Þú veist, þannig að við erum með öfgana í öllum flokkum. Þú veist, í hægri flokkunum erum við með súper hægri lið. Í vinstri flokkunum erum við með súper vinstri lið. En
þeir sem að kalla sig vinstri grænir og samfylking til dæmis orðnir sósíaldemókratar sem í raun og veru það sem að þeir sem eru mest til vinstri í demókrataflokknum í Bandaríkjunum eru en demókrataflokkurinn og republikanaflokkurinn í Bandaríkjunum eins og nótt og seinna sömu nótt það ekki svo mikill munur á þeim sko. Nei. Eins finnst mér með samfylkingu og vinstri græna mér finnst sko, munurinn á þeim finnst mér bara að vinstri grænir segjast vera meira til vinstri Já, gáðu sér út fyrir það en síðan þegar það komist til valda þá bara býtunum við hvað að gera stærsta kosningalofurðið þeirra áður en þeir komist í stjórn var að þeir myndi með samfylkingunni þarna eftir hrunið var að þeir myndi ekki sækja aðild í Evrópusambandið korter eftir kosningar sóttum aðild í Evrópusambandið þannig að sellout bara á degi 2 Já, það virðist vera mikið það Ég vil aðeins koma litlu flokkun smá varnar Já. ef þú ætlar að sofna flokk og fara þing þá þurftu 126 manns í flokkin á lágmarki og þannig að það gæti verið alltaf nokkrir crazy fólk í flokknum bara út af því til að fylla upp í rangin þannig að skiptir miklu meira máli hver í fyrst og öðru sæti á öllum svæðum en hverjir eru í 8. sæti og svoleiðis ég veit ekki hvað fólk var að nefna það nefndir ekki og veit ekki hvað sæti það í en ég bara við yfir höfuð þá eru fyrst og annars sæti skiptir máli því að það sem þau gera á fyrir að komast inn og hitt 100 manns eru bara náttúrulega að vera löggilt Já, sko, sósíalistaflokkurinn ég hef nú ekki alveg kynnt mér nú mikið stefnunum þar sko, en ég geti ímyndað mér að allavega eina af þessum mannskjum að ef hún fyrir ná þing þá verður það bara fyrir haga innflytta alveg sama, bara dæla þeim inn í landi og þessi mannski rosalega öfgakend þannig að það mun heyrast hátt í henni og hún getur dregið með orkunni hún föst í ykkur geðrói því að hún alveg nær til fólk sem öfgakend eins og þannig að ég mjög hrættu við að sjá sko, en það væri auðvitað yndislegt ef þessi mannskja myndi nota allt þetta power sem í henni að því að þetta algjör valkýra núna ég búin að stabilisa þetta hvern maður ég misti það þannig að skiptir ekki máli og sko í gamla daga á víkingatímanum ég hefði viljað hafa hana á hliðina mér sko það svona skjaldmær hún hefði verið stórkostleg þar sko að því að það rosa power í þessari mannskju en eins og hún búin að representa sig svolítið fyrir mér það rosa hatur í henni og hún búin að beina því svolítið reiði svolítið og bitur það sem að mér finnst einna mest svona promising við sósíalistaflokkin að það búið að ákveða að taka bara basic grundvallar vinstri málin sem við erum að pæla í það sem að í raun og veru snerta alla alltaf þú veist allt þetta sem að vinstri flokkarnir hafa verið að rífast yfir fyrir opnum tjöldum notabenni eins og hálfvitar og hefur verið að valda klopningum út frá flokkum alþýðubandalagið, alþýðuflokkurinn hvaða nú var allt saman öll þessi vinstri öfl sem hafa verið í gegnum tíðina alltaf verið að rífast fyrir opnum tjöldum eins og fíbl það aldrei, þú sérð aldrei ósammála þingmenn sjálfstæðisflokksins rífast á síðum mokkans en þegar að alþýðublaðið var þá rifist vinstri menn í alþýðublaðinu ekki fyrir luktum dyrum þar sem að hægt var að leysa ágreiningin og koma svo með sterkt front nei, alltaf litið út fyrir að vera sundrung milli vinstrimanna út af smáatriðum og tæknilegum atriðum í útfæslu sósíalistaflokkurinn ekkert að pæla í því það bara einfalt réttlæti byrjum þar náum því fram að allir hafi í sig og á þurfum ekki að hafa áhyggjur af því að verða veikir því að þá bara séð það allir fái sama aðganga menntun og þessu dóti byrjum þar hversu oft þetta?
þetta bara pælingin núna. Já, en hversu oft hefur heyrt þetta áður? Já. Þetta er ekki til fyrsta sinn sem maður sér einhvern flokk. En ég hef séð samt sko í umræðinni í kringum flokkin, þar sem fólk hefur reynt að fara í ítarefnið og reynt að kafa inn í og valda misklíð í raun og veru, af því að þegar þú ert farin í smáatriðin á útfæslunum áður en að flokkurinn einu sinni komið með þingmann þá nitpicking svoleiðis umræða fær bara svona einhvern veginn að dofna og deyja út af því að fólk veit í því svo litla athygli. Við erum ekki að pæla í þessu segir flokkurinn. Þú veist, við erum ekki að einblína á þetta núna. Okay. Af því að pælingin er að enginn líði skort. Það er ekki pælingin að lækka alla þannig að allir séu jafnir. Nei. Þú veist, pælingin er bara að enginn líði skort og allir hafi sömu tækifæri. Ef þú spyrð eitthvað flokkaði sem er að fara að gefa sig fram, það munu allir segja þetta. Hver einn og einasti mun segja þetta. Þess er eini samt sem áður sem að hefur enga reynslu en hefur consistently ítt frá sér að fara í skotgrafir yfir smáatriðum. Já, það væri forvundilegt ef, sósíalistaflokkurinn og flokkur Mér langar bara að fólksins. sjá það. Já, þeir myndi farin á, þegar við pælum í. Þeir eru svo gott mótvægi hverju annan. Já. Af því að flokkur fólksins á alveg gríðalega marga sterka og öfluga punkta. Já, síðan eru það líka bara, Inga er svo öflug að tala á móti auðvöldinu. Maður hefur ekkert séð þetta og tala á móti bönkunum og ég er bara að dýrka að sjá hana á Alþingi. Algjörlega. Og ég get alveg lofaði því að sósíalistaflokkurinn er ekki að fara undir auðvaldið. Þú sér nú bara hvað Sanna er búin að gera í borginni. Þegar allir borgarfulltrúarnir fengu hvað var það, sexfalt meiri launahækkun heldur en almenni launamaður í sínum kjarasamningum. Þá gaf hún hækkunina til góðgerðarmála. Já, ég man eftir því. Hún virkar með hjarta á réttu stað. Já, og ef við fáum að sjá svona fólk inn á þingi eins og hana og fólk úr flokki fólksins sem að ég myndi nú helst vilja að hangi vakandi á þingfundum. Mannst þetta þegar að Tommi sopnaði. Það er mikið að gera á Tomma. Hann er margabolt í loftinu. Hann er ná sér eftir djammi í Tælandi og eitthvað Hann er með margabolt í loftinu. Nei, Tommi er töffari. Við gefum honum það. Já, mér finnst líka bara svo gaman að því að hann gat verið ósáttur við ástandið eins og það var og farið af stað með ósætti sitt og komist í stöðu til þess að breyta ykkur í málunum. Já. Það finnst mér aðdáunarvert. Alveg sama hvort við erum sammála nokkurn einasta hlut. Við erum sammála margt, ég og Tommi, en við erum ekki sammála allt. Nei. En aðdáunarvert kall. Já, hann er búin alveg klárlega. Hann er búin að gera mikið og hann hefur komið inn með mikið fylgi í flokkin. Það er ekki spurning. Það elskar allir borgarinn hans Tomma. Jú. Hann kom með skyndibita í raun og veru skyndibittamenninguna til Íslands. Já, ég man eftir að það var á Grensós Tómaborgarar. Já, sem voru spilakassar þarna líka þannig að þegar maður fór á þessi bad þetta var æðist. Paradís. Algjör paradís. Já, þegar maður þekkti ekkert svona Nei. Það var bara slátur en þá svolítið mikið og bjúur og hrossakjöt og síðan allt í hennu Tómaborgarar. Bara hvaða unaðslega var að þetta og síðan spilaður spilakassa eftir á. Já, af því að það var annarkvort heimaeldað eða pulsur. Já. Það var það að velja. Það var ekkert eitthvað borgarabúla hér og snakkbúla þarna og kebabúla þarna og pítsastæðir hérna. Nei, þetta er Jón Bakan. Já, ég maður eftir Jón Bakan. Shit, hvað ég átt mikið af Jón Bakan pítsum. Já. Ólíbá. Pizza 67 byrjun. Ég var að vinna þar á tímabili. Já, ok. Sendill. Voru þeir ekki fyrstum að 80 tómum pítsum? Var ekki alltaf 16 undan sem kom 80 með þeim? Jú. Minni það, ég var vonað að ég farið mér rétt, það var partypítsan, það var pizza 67. En síðan mistuðu gæðin, alveg, og þetta er nú alveg undarlegt eins og núna. Það var bara hrun í gæðum.
Já, þetta voru geggjaðar pítsur. Það fokkans góða pítsur. Já, síðan bara allt. Ég örugglega bara nýri byrgi með ráefni eða eitthvað. En þetta gerðist líka núna með eldbökuðu pítsunar, hvað hétt það? Var nú bara alveg stólu úr mér. Þetta er svo leiðilegt að þetta gerist í podcasti. Hvað er staðurinn? Þetta voru bara fyrstu eldbökuðu pítsunar og það var einn í bæ og einn á rétt fyrir ofan Laugaveginum sem hann skiptist yfir í hótelinni, var þetta ekki hótel Esja eða eitthvað sem fyrir ofan Laugadalinn. Já, Pizza Hut. Nei, ekki Pizza Hut. Eldofnin eða? Nei, ekki Castello? Ég ætla bara að biðjast alla sem eru að hlusta núna, en ég mjög grillaður einstaklingur og við gátum talað pólitík en ekki pítsunar. Við stóðum okkur eitthvað í þessu. Það er sem það datt út. Já, en þetta eru góða tímar og sem við lifum á, við getum fitnað eins og við viljum og það er nú ekki langt síðan að fólk... Við þurfum ekki einu svona fjölga okkur lengur, það er til svo mikið af fólki. Já. Núna er þetta bara spurningum að njóta líðandi stundar. Já, ert þú ekki svolítið nútíminn pró mannfólk ef þú átt bara eitt barn eða minna, það átt ekkert eða eitt, en ef þú ert komið með fleiri en þú veist 2? Ég á 2, sko. Já, þá mátti ekki eignast 3, því að þá ert þú farin að fjölga mannkyninu og þá ert þú orðin slæm persóna. Já. Það er svolítið svona mentality sem er að koma upp í dag. Já, og þá er ég farin að menga of mikið og svona. Það er eitthvað börn menga. Já. Að eiga börn. Allt þetta rusl sem kemur frá þeim og oljan sem fer í að keyra þetta á milli staða og svoleiðis nokkuð. Maður er eins og leigubílstjóri, sko. Jesus Christ. Já, það er verið að æfa körfubolta og það er verið að æfa karate og það er þessi krafa sem er komin á börn líka í dag, það er rosalegt maður skilur alveg smá að það er farið bara ég vil fá hérna róandi töflur bara á úlingsaldri og slaka einst á að því að það er búið að spenna þessu upp bara ef þú ert barn í dag svo er allt live já, það er allt á Facebook, Insta, TikTok og er alltaf að passa þig og voru að passa þig hvernig þú berðir hvað og segir og veist, þú getur ekki almennilega allt sem þú gerir er dæmt já hræðilegt mér, ég er svo fegin að ég var badd fyrir þessa tíma sko, ég hefði fokkin fyrir löngu ef allt hefði verið tekið upp sem ég gerði og ég hefði þurft að selfie 20 sinnum á dag til þess að fitt inn já, til að fá viðurkenningu ég var nógu mikill lúðið fyrir Jesus Christ þú verður að fæða 2 ego í dag það er ego hérna í þessum raunheimi alvöru heiminum síðan verður að fæða egoið í digital heiminum líka og það eru úlingar og krakkar sko. Þetta er bara mótast í hausnum að þeim og þannig að þú verður að sanna það á 2 stöðum einhvern veginn í staðan fyrir einum og síðan og veist, þessi lígi sem kemur sko, það er mér finnst merkilegt sko, að fylgjast með nú sé maður svona viðtölu og eitthvað þetta er bara gott í tónlistaheiminum í staðan fyrir að vera hæfileikaríkur tónlistamæður þá snýst þetta orðið meira ímynduna þannig að ímyndunin er komin í gamla daga þá þurftur að vera bara með bæði og þurftur að samt að vera með hæfileikana fyrir ofan ímynduna og síðan gæt ímyndin fyllt aðeins það eftir algjörlega, þú komst upp með ímyndina að þú varst svo hæfileikaríkur nákvæmlega, núna þarfst ekki eins og að vera hæfileikaríkur en þú verður að vera með ímynduna bara hver er með yktustu og rugglustu ímynduna og gerir skandalina eitthvað það er komið fyrir ofan sko, og það er skrítin þróin en þetta er orðið þannig eins og ég bara kem úr þannig umhverju að bæði ég elst upp bara með Halalli Jones og þessi gaurar þetta var allt heima á pappa sko og þeir voru þar ungir og þetta voruð algjöru harðjaxlar Palli Conn og Maggi Stjarna og svona legend, gömul legend og þannig að maður sá alveg þessa gaura ok, þessi gaurar eru fucking naglar að það er henni gengur langt bara í efnunum sko en þannig að maður sá þetta og síðan fer ég í hóp og ég var aldrei harðjaxla en þeir sem voru í hópnu voru helvíti öflugir sko og gátu slegist eins og ég veit ekki hvað sko og þannig að maður sá jaxlana og síðan sem maður þess að stráka í dag og þeir eru allir í tattúum og meira tattúum og þeir halda það sé málið og þeir eru voðalega á social media voðalega svona naglar þar svo finnst manni þeir allir svona einhvern veginn hálf þrútnir svolítið eins og þeir séu plasti það er eitthvað svona áferð á þeim þeir eru allir með kremin það er svona glansar svona það er einhver áferð á þeim það eru kremin, það er metro kallmaðurinn en það skemmtilega er við þetta ég meiki ekki svona klístur mér finnst svo óþægilegt að vera klístur ef þú sér svona harjaxl þá eru þeir oftast brotnir og það
það er einhvern veginn flokkur sem harðjaxl og þessi gaurar sem við erum að tala sem eru svolítið flokkaðir harðjaxlelda þeir eru ekki með þetta glitur í augunum en síðan eru svona gaurar og þeir nenni ekki svo social media bulli og eða Facebook og fervolega lítið fyrir þeim en þú hittir þá sérðu glitri og þeir taka þessar glansandi skrýtnu gaura sem allir í tattum og halda þessi málið þeir raskjalla það alveg þannig að þetta eru undarlegi tímar en samt náður að ljúga sig einhvern veginn inn í samfélagi því að þessi það er eitthvað þessi samfélagsmiðla lygi hún farin að smítast einhvern veginn inn í samfélagi mér fannst það ógeðslega gott sástu Beetlejuice varalitstriksið sem þeir voru að gera Nei, er það nýja myndi? Influencerarnir Nei, ég hef ekki séð það ef þú sem sagt gerir stút á munnin ég man ekki hvort að þú varalitaði fyrst gerir svo stút á munnin og setur augskugga á eða í hinni röðinni þá færðu svona varir eins og Beetlejuice með þú veist, með línunum í og því öll saman en svo ótrúlega mikið af þessum influencerum eru búin að setja svo mikið filler í varirnir á sig það get ekki gert stútin þannig að núna er það bara ónatural stelpunar sem geta gert Beetlejuice varirnir loksins fashion fat sem ég get verið að bakvið sko. Þetta er frábært þetta er gott, þetta er skemmtilegt þannig er þetta Við erum svo gamlir sko Þegar þú ert búin að sneisa fylla varnar að þeirra filler og einhverju svoleiðis þá getur ekki gert þessa varir geggja sko Ég veist það svo fyndið Sko, áður en ég segi þetta því að ég veit alveg það sem ég er að segja núna að verið dæmdi fyrir ég er gamall, ég er bara gamla skólanum þannig að þið sem eru að setja í varinur ykkar botox og þetta er bara ykkar raunveruleiki unga kynslun eða verið þar og gott og blessað þið mig gera allt sem ég viljið, ég styð það ef það gerur ykkur hamingjusamt og bara gott en ég get ekki skilið þetta og ef ég sé fólk sem búið að setja í varinur á sér að því að veist, þetta er að samu með sílikonbrjóstinu okkar tíma þá byrjuðu þær síðan var ekki nógu stort og alltaf stærra og stærra síðan gengur það langt og allar sáu eftir því því að þetta var ónáttúrulegt og þessi flottustu brjóst það var bara svo lítið að það bara myndaði svona litla kúlu og þær sem sættu sig við það og við föttum ekki að það voru sílikonbrjóstin en síðan var rosa margar en þetta er rosa algengt því að við lifum í svo ýktu samfélagi að það er allir orðin svo rosalega ýktir þannig að það er aldrei neitt nóg þú þarft alltaf meira of mikið er ekki nóg við erum orðin svo mikið neyslu samfélag við þurfum bara meira bara nýr iPhone og það er saman varuna því að það er ekki nóg þú verður alltaf aðeins meira og sum stelpunar er bara að fara að líta út eins og hafi bara verið kildar beint á munni og eru bara svona maður sé bara þetta var hún slegin eða nei ok, þetta eru sílikonvarir þetta er fyrirlega veruleiki sko þetta er sannaflega það var bara í gamla dag þú sást konum með svona varir þá komstu bara herru við þurfum að kíkja heim til þín og talaðast við manniðin bara hei strákar komið hérna við þurfum að hjálpa þessari konu sko en núna er þetta orðið bara nú er þetta orðið bara eðlilegt útlit bara landa konan í gamla dag sko það er fyrirlega ég gerði svolítið grína þessi Living Color þar sem að sko það var verið að gera grína þessu einmitt að konur væri að vilja svo plömp varir og eitthvað þannig að hún notaði bara sléttujárnið sitt setti það bara upp í sig og á varirnar og þá náttúrulega búm blésu þær út allar í blöðrum og eitthvað og það er henni svo sætt mér finnst þetta svolítið svoleiðis þegar þú ert komin út í öfgana og hlutföllin í andlitinu eru orðin skrítin þú ert orðin svolítið eins og Sigmund gamli í mokkanum hafi teiknað þig þetta er ángrín sko heilin hann sérðu kannski er heilin unga fólkinu í dag bara móttækilegu fyrir þessu og þau sjá þetta ekki en fyrir okkur sem eru bara hefum ekki séð svona mikið að lítaraðgjörum eins og það er komið í dag maður sér eitthvað og heilin er bara ég er ekki alveg að reggist þetta andlit rétt og við förum eitthvað þú ert eitthvað skrítinn það er eitthvað furðulegt við það er eins og við erum bara með eitthvað hérna sem móttekur bara náttúran gerði þið svona og strax svo er eitthvað fyrkt að bara aðeins þó mikið þá er heilin bara, þetta er ekki náttúrulegt og við verðum eitthvað þú skilur hvað ég er að segja þetta er undarlegt sko þannig að þetta var líka bara það voru líka bara þú veist, þegar við erum táningar þá var það bara Pamela og Joan Rivers sem fór í lítaaðgerðir ég var mjög hrifinn af Dolly Parton reyndar
Dolly Parton líka reyndar. mér fannst það brjáluð, sko. En Dolly Parton, Pamela Anderson, Joan Rivers og hvað hét hún aftur sem giftist nýræða kallinum? Hét hún ekki Nicole eitthvað? Nicole Smith, Nicole Smith. En jú, Lítum við báðir á tækningúrúin alveg. Davíð, hann að koma með þetta. Hvað heitir hún aftur? Gæti verið Anna Nicole Smith. Já, okkarlega, takk Davíð. En það eru þessar 4-5 sem að á okkar táningsárum við vissum að voru að líta að gera það. Já, það var alveg, Pamela komst nú aðeins út með það. Já, en þangað til hún lét blás út blöðurnar. Já, en þetta margir hrifnir að þessu. Og þetta var alveg rosa algengt. Já, alveg vinni sem bara þeir vildu körfubolta. Ég veit það ekki. Ég vil meina það alltaf að fallegasta sem ég hef séð, það eru konur sem mála sér lítið, þeir eru bara með þessu náttúrulegu ferði. Það er ekkert sem getur toppað þessa náttúrulegu fegurð, sko. Þegar maður sér það. Já, sko, ég rokka fram og tilbaka. Það fer rosalega eftir stemmingunni á mér. Já. Því að stundum er ég að bíða eftir, þú veist, jarðarmóðurinni sem að, þú veist, er náttúruleg og kom inn af mosabreiðinni bara. En stundum vil ég líka, þú veist, smokey eyes og maskara sem rennur. Jú. Já, ég veit ekki hvort maður er að þora að segja eitthvað en að meira með þetta, það finnst þér konið ágæð, sko. En það er bara... Sko, alveg klálega, sko, þegar maður hættir að sjá að manneskjan er manneskja, þegar þetta er orðið alveg symmetríst og þú veist, það sést engin líti í húðinni og allt eins að það séu plasti og coverað. Það endar allt í kottanum og það er ekki að þjóna neinum í raun og veru finnst mér. En fyrir manneskuna sem finnst gaman að setja þetta á og finnst rosa gaman að gera sig upp og græja, power to you. Algjörlega, og power to you og ég tek ofana fyrir konum sem að hafa sig til á hverjum degi og því að Jesus, ég nenni ekki svona raka mig. Vinna bak við það, sko. Já. Og ég tek enn og aftur fram hérna því að þetta er touchy subject fyrir svo marga að þið gera það sem við viljið og við erum bara ána fyrir það og við styðjum það, við erum alls ekki að segja hey, ekki gera þetta, þetta og svo er þetta bara mín skoðun. Já, nákvæmlega, við erum bara af öðru tímum og við erum bara að breytast í risaðalur, við erum löngu hættir að vera cool. Já, sko, þú veist hvernig þetta gerist þegar þú ferð að heyra djamtónlistina þína í Hagkaup þá er þetta búið, þá er þetta orðin gamall. Það er bara nokkur ár síðan að það kom fyrir mig. Þegar ég byrjaði að heyra djamtónlistina mína, Rás 2, þá fatta ég nú er ég orðin gamall. Nú kemst ég ekki lengur upp með að láta eins og fíbl. Nú þarf maður að reyna að haga sér eins og fullorðið. Já, ég hef þess að tilhneigingu til að hefða mér eins og hálfviti. Það er bara, annars leiðist með lífið og það er þessun er ég komið með þetta podcast hérna. Amen, bróðir. Ég er á sömu skoðun. Ég meina, ég er aukaleikari í þáttum og bíómyndum. Gerir eitthvað öðruvísi? Og já, heyrðu, ég er með uppistandssjó á Shots Bar and Lounge fyrir ofan að Hansen í Hafnarfirði, alltaf einu sinni í mánuði. Ok. Ég plugga það bæði á Insta og Facebook. Það er ógeðslega gaman. Hvað ertu búin að vera að gera þetta lengi? Ég er búin að vera uppistandari síðan 2016 og í raun og veru fyrir slistni því að vinkona mín eiginlega þvingaði mig upp á svið. Tuðaði í mér í alveg 3 vikur eða eitthvað áður en ég fór fyrst upp á svið, sko. Takk, Bella. Af því að mér finnst þetta svo skemmtilegt, sko, og ég er með svona hugræna aftengingu við kroppinn. Af því að kroppurinn er með sviðskrekk. Þú veist, áður en ég fer á svið, þá þarf ég að pissa alveg 4-5 sinnum og eitthvað svona. En ég er aldrei stressaður. Hvorki upp á sviði eða fyrir sjóið. Bara líka kroppurinn. Þú veist, hjartaslægir og ég sveittur undir höndunum og þarf að pissa og eitthvað. En er samt bara sultuslagur.
Er það undirmeðundin, hún bara eitthvað að rugla í þér, það er eitthvað falið að undir eitthvað. Ég þarf eitthvað að vera reddi í eitthvað baróttu greinilega. Já, kannski, sko. Það er eitt þarna, svo ég aðeins skjótið mér finnst þetta bara svona, ég elska Pétur Jón. Ég hef unnið smá með honum í að leika og svona. Og hann bara eitt sá vinalegasti og þægilegasti maður sem við vorum í löngu tökum. Og þetta voru dagar sem voru bara, þetta var bara heil dagurinn frá morgni til kvölds og nokkri dagar og hann 0 stjörnustælar og ég hef hitt hann nokkru sinnum eftir þetta hann aldrei nefið í loftið alltaf vinalegur og alltaf kátur og gefur sér tíma til að tala við mann þótt að maður hafi bara verið nobody á tökustað en síðan talaði nú við hann að því við rættum mikið, hann sagði að hann var að glíma við kvíða sko. og ég spurði hvernig úrsköpunum getur að halda upp í stand og hann sagði, kvíðið minn, þú sagðir að þú þyrftir að pissa hann sagði, alltaf þegar kvíðið minn kemur þá þarf ég að kúka og ég fer bara og byrja alltaf uppistandum mitt bara, ég er að segja ykkur að ég er mjög kvíðin og þegar ég verð kvíðin þá þarf ég að kúka og þá byrja bara alltaf að hlæja og þá þarf ég ekki að kúka lengur þannig glímaði hann við kvíðan sinn sko, og það er bara það er bara svona life hack algjörlega sem hann fann hana en segðu okkur meira frá þessu þetta þetta gerðist fyrir rælni ég er rosa lélegur í að promóta sjálf á mig og selja sjálf á mig ég er með 1 vídeo á YouTube af því að þáverandi kærasta mín sýndi mér og leiddi mig í gegnum og gerði að miklu leiti fyrir mig að setja það inn á YouTube af því að ég bara kann ekki að auglýsa mig mér finnst svo ég fæ alltaf kjánarhroll og fer hjá mér þegar ég er að reyna að segja öðru fólki hvað ég er frábær skilurðu, ég get það ekki en eigandi Shots Bar and Lounge og A. Hansen sá mig á YouTube og hafði bara sambandi gegnum Facebook hver eru dagsendingarnar? Ég er ekki með fasta dagsendingar við erum með þetta gjarnan 3. laugardag í mánuði þannig að og hvar sér ég ef ég vil fá að horfa á suðinu hvar myndi ég sjá það ef ég ætla að fylgast með Shots Bar and Lounge eru með Instagram síðu ég er með Instagram síðu og Facebook síðu náttúrulega sem er bara public og hvernig finnum við það? Stefnir Benediktsson já, það er svona einfalt aðtíðu þetta maður uppistandi í Hafnarfirði á íslensku nota bene það er nú ekki auðfundið uppistand á íslensku ég mæti næst ekki spurning ég byrjaði í uppistandinu í raun og veru að því að Bella hún bara, þú ert svo fyndin þú átt að fara upp á svið og segja eitthvað fyndið og eitthvað og ég hummaði það fram að mér í 3 vikur bara að því að ég er kannski fyndin í samtölum en ég á enga brandara þannig en vill svo til að ég er miklu meiri storyteller heldur en one-liner grínisti ég á til dæmis ekki þú veist one-liner prumpubrandara ég segi mikið frekar á fyndin hátt frá því hvernig ég misti vitið það er bestu uppistandin þá leiðuru fólki með þér og hreyfa við fólki með því að tala sko viðkvæm málefni en jafnvel frá sjónarhóli fórnarlambsins eða þess sem að er með ég náttúrulega er einhverfur og með bipolar disorder og svona á það til að vera svolítið OCD og eitthvað svona þannig að ég er með stafrófið ADHD líka og eitthvað svona en að ná að tala það á sviði þannig að það sé fyndið og skemmtilegt er eins og terapía fyrir mig af því að þegar ég á skítadag þar sem að ég er annarkvort all over the place með, þú veist, 30 taps opinn og 2 mismunandi tónlistur og ég veit ekki einu svona hvaða tap er með tónlistinni þá get ég hugsað í staðin fyrir það væri langt best í raun og veru bara að klára sig þá hugsaði ég mikið frekar hvernig notaði ég þetta næstalega þetta vel gert maður þú veist, hvernig, þetta er fyndið, þetta er efni hvernig notaði ég þetta næstalega þetta þú veist af því að skítadagarnir eru þú veist, þeir koma alveg þó ég hafi aldrei verið eins hamingjusamur og ég er í dag
þá kom alveg skítadagar það sem að er erfitt að fara fram úr og skítadagar fyrir því það sem almenningur fyrir ekki greið fram með en sko svo almenningur er að hlusta einhver sem er venjuleg sem eru þetta flestir þá þú fer svo langt með skítadagar hjá þeim er bara jafnvel góðu dagar hjá þeim þér sko algjörlega þau gerir sér ekki grein fyrir því skítadagur hjá mér þá ger ég sjálfsmorðsstarffræðina hefur heyrt sjálfsmorðsstarffræðina? Ég reyndar ekki heyrt það Nei, þá berðu saman skaðan sem að þú veldur árin sem þú átt eftir ólifað versus söknuðinn og sorgina sem að brotthvarfið þitt veldur ef að sorgin er stærri heldur en skaðinn sem þú telur þig valda þá nærða að halda lífi en þetta er starffræðin sem ég geri í mínu dýpsta þunglindi þetta er betra að heimurinn sé án mín heldur en að ég sé þetta algjörlega ég er í raun og veru ekki að flýja ég er að losa ykkur við mig ímyndaði það það er hugsunin það er ræðilegt það er ekki það að mér líður svo illa ég verð að hverfa nei það er bara ég er svo vond áhrif á allt í kringum mig að ég verð að losa alla aðra við mig þetta er magna sko ég hef mist marga því að ég var á 3 úlingaheimilum 3 félagssveitabæðum þannig að ég kynnist mikið af fólki þetta sem er að glíma á alls konar vandræði þannig að ég hef séð einmitt fólk sem bara bestu skinn en það var búið að brjóta þessu niður og mikið af þessu fólki sem var með á þessu heimilum er búið að drepa sig og það er einmitt þessu þessar og þetta var fólk með gullhjarta besta hjarta þetta er mjög gjarnan fólk sem er of gott fyrir heiminn það bara þau tóku bara allt þetta vonda í staðan fyrir nokkuð tíman að gera flugum einn þá nýttustu þau sér alla tíman, þú ert ógeðslegur, þú ert vondur og eitthvað langt í frá að vera gera það samt, ég skildi aldrei ákvöru og allir elskuðu að enginn sem bætileg þetta var algjörnst að þau drápu sig og þau tóku þetta bara allt einhvern veginn inn á við og bara jörðu þessu niður en rosalega góð þetta var hræðilegt að horfa á þetta þarna kemur aftur inn á punktinn eins og í stríði þegar maður tappar inn í ilskun á sér til þess að þola allan viðbjóðin og allt ógeðið og allt ofbeldið þá tappar maður inn í ilskun á sér þeir sem ekki geta það þeir drepa sig bara í svona hræðilegum aðstæðum sem eru ótrúlega óeðlilegar þú veist, það er óeðlilegt fyrir okkar tíma ég meina, tala nú ekki kynslóðina undan okkur sem var á hvað hétta aftur á Vestfjörðunum þar sem Lalli var og fleiri á heimilinu ég man ekki hvað það heitir en sko í svona óheilbrigðum aðstæðum þeir sem að reyna að viðhalda heilbrigði innra með sér brotna saman í flestum tilfellum allavega hef ég séð það þannig Geturðu flett upp að þessi Lalli Jones var á úlingaheimilinu við verðum að vita nafnið á þessu hvað er Lalli Jones? Lalli Jones og fleiri þeir voru margir Breiðavík alveg hann komið þetta Breiðavíkstrákarnir takk þetta heimilu var þetta ógíslegt það var ógíslega að fara með en spáði það að almenningu vissi þetta stór hluti almenninginu vissi hvað er í gangi hérna það er bara búið að íta því undir borðið pabbi minn sem úlingur á búið að segja hann ef þú gerir eitthvað eitt aðri viðbót þá ferðu þangað og þetta er í fyrsta sinn sem hann fór að hegða sér af því að hann vissi upp að hvað var í gangi hérna og hann hafði aldrei verið hérna en bara fólk vissi þetta það var bara ekkert gert í þessu á þessum tíma þetta var bara skrýll sem fór þangað sama og ég meina þóttu og krakkar sem fóru voru trilltir og voru kynferðislega misnotaðir þeir fóru að hegða sér eftir það þannig að komið brotin tilbaka náttúrulega komið brotinu, fólk skildi ekki skilning og þú varst bara inn í þér og sagðir ekki neitt það er bara, hann er búin að vera svo þægur hérna eftir þetta þannig að þetta er bara ágætt og þetta er bara staðrend, svona hugsaði fólk í gamla daga Agal er hann þægilegur með áfallastreitur fólk vissi bara ekki betur en þetta er ekki lengra síðan þetta er pabbi minn þegar hann var úlingur kynslóðin á undan okkur
Já, kynslóðum fyrir ofan það. Já. Þetta pabbi og síðan kynslóðum fyrir ofan það sem Já. var að stjórna þetta batteríunni. Og Já. og þarna við erum búin að bara skjótast fram í tilfinningaþroska, Algjörlega. mannréttindismálum og hvernig við hugsum hvort annað. Já. Og það sem betur fer sko. betur fer. Að því að Og sko ég er búin að sko, ég man þegar ég var bara rétt nýskriðin yfir tvítugt, þá var ég sannfærður að ég væri ófær að elska. ræðilegt. Já, af því að mér var svo auðvelt að kúpla út tilfinningunum, en það er einhvert svona survival mechanism Já, getur slögt til það. þess að þola of mikið áreiti, þá slekkum maður kannski bara á sér. Já. En ég var farin að geta það gagnvart ofbeldi og var farin að beita ofbeldi sem að ég er alls ekki stoltur af. En sko nú misti ég þráðinn. Það er alltaf, en ég skil hvað að tala það því að ég sá bara allt og mikið og ég ætla nú ekki alveg að koma með það inn í hvernig uppeldi var, ekki alveg strax í þessu þætti, við erum ennþá bara mjög snemma í þessu podcasti vonandi. Já. Það var ekki búið að cancela ykkur, en ég get allavega sagt að ég sá mikið af hlutum sem barn á aldrei að sjá og ég reyndi alltaf að vera góður og já, bróði minn, hann er nú veist nú hverja er Ingvar Soltjör. Jú. Þannig að, og hann var eitt brjálaðasti úlingur ever og hann tók þann pólinn sko, ég var ekki alveg komin þangað. Nei. En síðan bara heldur þetta áfram, til að ég er ungur, svona skríður úlinginum yfir ungan mann, einhvers staðar í tímabili og þá kemur þetta, þá bara heilin eins og vorum að tala með stríða enn og aftur og aðlaðist aðstæðum og þá bara fekk heilin nóg hjá mér. Já. Og það var þar sem ég byrja að beita ofbeldi og mér leiði vel með það þar í staðin fyrir að taka við ofbeldinu sem ég hafi gert eða mest allar æfinu minna þá byrja ég að beita þig. Það var rosalega góð tilfinning til að byrja með og ég sóttist eftir því en síðan líka þá erum við erum mannfólk og við erum mjög hefnigjörn þannig að ég fór og var eins og bjáni að leita að fólki sem hafi gert mér eitthvað og ég bara, ok, þessi er búin að lemja mig, nú ætlum ég bara að lemja þig í staðinn. Mér fannst það fer skipti. Mér fannst það algjörlega sanngjarnt í raunveruleikanum mínum. Algjörlega. Og þannig, hófið þetta á mér og þá eins og við talum, þá lokaði hausinn á mér einhvern veginn á það. Ég gat ekki, ég hafði séð ofbeldi og ég skildi ekki bara voðalega Ingvar eitthvað ruglaður og eitthvað sá hann vera að beita ofbeldi og mér fannst það gott að því að allt í nú hætti allir að beita mig ofbeldi svolítið út á honum til að byrja með en síðan byrjaði að fara mína leiðir og þá byrjaði það aftur og maður byrjaði að fara inn í bæ bara sem barn og eitthvað svona og þá var allir bara yes, ég get lagað með þig og það var svo öðvöld fórnalam sko og maður var þarna 6 morgunin og allir orðnið þroskað eftir sko en þetta er fólk sem betur fyrir flestir hafa farið bara venjulega leiðin í lífinu, langt flestir þannig að þeir eiga erfitt með að skilja þetta og þau líta upp hann er bara að afsaka sig þetta við erum, ég tek fullu ábyrgð á öllu sem ég geri og ef einhver er að hlusta á podcastið sem ég hef beitt ránglæti þá bara endilega hafið samband við mig á Facebook og þá get ég beðið ykkur ásökunar ég segi sama mér langar að beða alla ásökunar á þessum gert en síðan er fólk hana og kannski lagast það með tímunum og væntanlega siðferði í mér eitthvað bóið en þá af því ég sé ekki eftir því það var eins og ég var fyrir utan það er einn og einn stelpunar voru ofta komið til mér og beðum að mér hjálpa sér og það voru hérna ég get sagt frá 2 nauðgurum ég bara segi frá öðru þeirra á vegamót staðurinn ég man eftir honum þarna og þetta er ennþá þegar vegamót er bara vinsælisti skemmtistaðurinn og það er röð þarna niður á Laugaveginn þetta er hlíðagötu þarna sem ég mannum ekki í augnablikinu hvað heitir, skiptir ekki máli en þetta er löngur röð þarna niður á Laugaveginn og það er snjór út allt slapp og ógeð bara allstaðar og allir að labba í því síðan er ég með 2 vinkonum mínum þarna og einni vinkonu minni fyrir göðu og síðan er vinkonu hennar þar sem ég þekki lítið og hann bara, fyrir minni í bæ og gerum eitthvað gaman allt í einu þegar við erum að leiðina við ámót og allt í einu bara frostnaði stelpan ég sá það bara á henni hún bara svona
hvað er að lagi? Og ákjöfum vinkonum mín bara, herru, hvað hérna og við förum aðeins og má ég segja honum þetta og við núlega og þá segir hún mig það að það var maður sem nauðgaði henni gerandinn hennar, hann í röðinni og ég, bara eins og ég er fer bara af stað grípa hann úr röðinni og ég refs honum bara refs honum almennilega og röðin byrjar að öskra á mig að því að ég er að þau veit náttúrulega ekkert nei, veit ekki, ég er að fara yfir striki fyrstur allir bara hvað gerast og síðan er ég bara ekkert að hætta og ég tek hann einhvern veginn upp og horfi á hana mann og ósæðilegt ég hefði ekki átt að gera það en ég bendi á hana og segi sko hann auðgaði henni og allir það að standa með honum og það líti allir og hún er ennþá bara í sjokki og bara röðin sá strax á andlitinu á henni þetta er ekkit feik, þetta er alveg ræðsla en síðan dreja hann gegnum snjóin og hún er í svona háu stígvölum og búin að labba í snjónum og allt saltið á stígvölunum og ég sagði eina leiðin til að ég hætta með það er að þú sleikir stígvölunar þangað til þau eru bara algjörlega hrein og hann byrjaði ekki að þorra að gera byrjaði að sleikja stígvölun og öll röðin alveg niður á lög og allir byrjaði bara að klappa og já, bara hvetja áfram sko en ég sé ekki eftir þessu og kannski er það siðferðislegur brestur hjá mér að sjá ekki eftir að hafa gert þetta við mannin sem kom með svona gríðarlega hræðslu að því að þessi stúlka verður alltaf hrædd og þetta ofbeldi sem ég beitti mannin mér finnst, ég kemst ekki nálægt í ofbeldinu sem hann beitti svo stúlku þetta, veist og að því að sko já, hvenær varstu síðast hræddur? Ég er alltaf hræddur með það nei, en í alvöru hræddur þú veist, alveg hræddur shit, ég þarf að fucking koma mig hér áttu við bara, ég er að deyja hræddur já, ég meina, ég bara vil ekki vera hérna og ég þarf að komast eitthvað annað sko áttu að ég verið líkanlega refsa lagaminn hræddur eða eitthvað svoleiðis já bara óöruggur að því bara nógu óöruggur til þess að vilja ekki vera á staðnum sem þú ert á það gerist í margminni eiginlega ég er rosalega sko skrítin við það að gera ég þarf á fólki að halda ég þarf að nærast og vera í kringum fólk en alveg ótti eigið öryggi já sko ég glími við kvíða og ég er með það sem kallast ofsakvíði þannig að ég fæ oft tilfinningu að ég sé að deyja sem er ekki til staðar ég hef farið ansi oft inn á spítala og látið tjekka þér að því ég er að deyja í hausnum á mig og svona alveg ótti það var bara síðast ég fekk kast en það er nú komin smá tími síðan og þetta flestar konur upplifa svona ótta á hverjum degi bara að labba þegar það er orðið dimmt frá vinnunni sinni og út í bíl ég myndaði það eða vera ein á götu þar sem að kall er að koma á mótinni þú veist það er sko það er auðvitað hræðilegt það eru kallmenn sem eru algjör skrimsli þeir bara þeir nærast einhvern veginn á sig þetta eru ógeðslega verur og algjörlega þeir beita valdi og þeir geta einfallega ekki stunda eðlilegt kynlíf þetta er eina leiðin til að þeir fá eitthvað kick það er hægt að fara aðra leiðir það er hægt að fara BDSM leiðina það er hægt að fara í consensual non-consent þú veist það sem að fyrirfram er ákveðið þú hefur blanko leyfi til þess að koma fram við mig og kroppi minn eins og þú sýnist og svo er sett á svið svona atriði það er flestum svona BDS eða sem sagt svona, hvað heitir það nauðgunarfantasíunni fæst svalað með þessum hætti þar sem allir eru meðvitaðir og sáttir og safe word og allt þetta það þarf ekki að gera þetta við einhvern óviljon nei, hvað en og þú veist, það er hægt að fara í alls konar barsmiðar og læti já, fólk gerir það sko án þess að gera það við eitthvað sem vil ekki að það sé gert og og sko væntanlega er fullt af mönnum þarna úti sem fá þessar kenndir fylgja þeim ekki eftir
þeir vita bara að ég er að fara að skaða þar að mannesku, það er eitthvað inn í mér sem er að segja mér að gera þetta og ég get ímynda mér að þeir upplega eitthvað svona og örugglega barnanýðingar líka og sem bara fá þessar skrýtnu kendir, sömu kendir eins og ég, ef ég sé fallega konu þá bara að langa mér í hérna og þannig að þegar ég var að hugsa bara hvernig funkar þær þetta eru væntanlega sömu kendir og bara... ekkert órökréttar fyrir þeim þó þær séu fullkomlega út úr kú fyrir okkur algjörlega, en þeir samt örugglega mennan sem vita samt bara ég er að fara að meiða aðra mannesku og ég fylgi ekki eftir og ég hef oft hugsað þessa manneski hljóta að vera rosalega kvaldar og þegar við sjáum eitthvað og enginn skilur, herru, hann draf sig og það er bara bless og fyrir gefið í brefinu eitthvað en engin almennilega ástæða þá geti ímyndað mér að þetta séu þeir geta ekki lifa með sjálfum sér einhverjum kendum og einhverjum kendum sem vita bara að eru ógeðslegar og þeir vita veist, hvernig getur þú verið ánægð með því að þú ert góð manneskja og ert með einhverjum svona barnakind þú veist, þú getur ekki liðið vel ef þú ert decent og með góða rökhugsun það er bara, og þá er bara eini úrkosturinn, ég get ekki farið svona gegnum lífið ég ætla bara að myrða það sjálf á mig og sko með svona svo er annað manneskja sem að gerir aldrei neitt slæmt og er aldrei með slæmar hugsanir sure, góð manneskja en er hún góð í raun og veru eða er hún bara meinlaus manneskja með sterkar slæmar kendir sem gerir aldrei neitt í þeim er það í raun og veru ekki góð manneskja af því að mér dauðlangar að plokka úr augun með skeið en ég geri það ekki það er að deilum þetta er filosófísk pæling sko. Þetta er óþægileg pæling sem snýraðist upp á heilan bara býtu nú við hvort er svarið? Já, hvor er betri? Sá sem langar að vera vondur en er það ekki eða sá sem er alltaf góður? Já, sko þetta er til að einfalda þess að við förum nú ekki að setja fólk í geðróð hérna að láta það hugsa of mikið eða maníu þá hérna að því að við erum aðeins komnið þangað þetta er orðið svolítið stór pæling sko Já, þú ert svolítið svona ítari ég sé það á þér að fólk núna eða er einhver að núti sem er með geðróf tendisa eða maníska tendisa hann er núna farin að kýtla aðeins þú ert farin að íta aðeins undir þá setja þá aðeins herra upp hérna með þessu pæla svolítið ég sé þetta að gerast alltaf oft sko en það eru þetta bara best og þetta er best fyrir okkur sjálf er að vera góð við aðra og ég er nú búin að ræða þetta hérna í þætti áður að sko að hrósa öðrum og sjá eitthvað, finna eitthvað sem ég geti sagt fallat um þig og segja við þig þetta er mjög erfitt að byrja þetta og síðan getur þú komið astnalút og síðan líður þér, herru, var ég að segja eitthvað astnalút eins og maður leið þegar múlningi og þú sagðir eitthvað vitlaust þú hugsaðir hann í 2 mánuði en síðan þú ert búin að þjálfa þetta þá með því að hrósa öðrum og koma góðu þeir líður svo vel sjálfum þú ert ekki bara að láta einstaklingum líða vel þú ert að láta þér líða svo vel með því að gera eitthvað þú þarft ekki að gefa peninga bara vel á róna gefa á þér og ég meina ef eitthvað vekur gleði hjá mér okkur ekki að deila þeirri gleði með þeim sem vaktana það er svo nýtt fyrir okkur að gera skilur ég var glaður við að sjá hvað úr í geggjari retro peysu af því að þú veist við erum að tala 90s fucked þetta er peysa sem ég fer ekki í en ég gera það fyrir þáttinn sko það er bara þetta átti ég sem ungum maður mér finnst það awesome en takk fyrir að taka eftir því já, algjörlega og mér finnst bara að deila því með þér hvaða vakti mikla gleði hjá mér það hefur ekki bara samlegðar áhrif það hefur margfeldi áhrif í gleðinni síðan er þetta boltið sem rúlar áfram eða kemur gleðin alltaf yfir á okkur sem er mikið í kringu því þá lærir hann hefðuna þér og þá byrjar hann áfram og ég finn það bara í samböndum 3 jákvæð fyrir hvert 1 neikvætt ef ég hef neikvæða gagnrýni sem að ég þarf að koma til skila til þess að því ég er ekki sáttur við eitthvað eða eitthvað ef ég hef með 3 jákvæða hluti fyrst þá er mikið auðveldara að leysa úr neikvæða hlutum af því að þú er nú svo snjöll að ég veit að komi ég með vandamál til þín leysir þú það í raun og veru betur en ég
þannig að mér langar að koma og biðja þig ráð af því að mér líður ekki alveg nógu vel með hvernig samskiptin okkar að skilur hvað að gera? Ég fatt já. Þú veist, styrkja manneskjuna helling áður en maður tekur og tekur í það sem að ekki það sem að djævar ekki með manni skilur og hvort sem það rómantískt, platónst faðir, sonur faðir, dóttir samband, þá finnst mér þetta breytir svo miklu þú veist við sjáum þetta líka svo oft notað á okkur þú ert nú svo sterkur, komdu að hjálpaði mér aðeins þú ert svo hávaxinn, getur þú ekki náð í maður búin að gera nánast hvað sem fyrir þessar línur ég hló sko og þarna þegar ég búin að heyra þetta svo þú ert svo sterkur, það svo marga vinkonum mínar og maður bara einfalt kallmenni þannig að maður bara ég mætur alveg og síðan ég var að flytja fyrir vinkonum minni sko, og hún var einmitt búin að algjörlega lofsingja mig svona og þá var ég helmingi duglegri fyrir viki við erum svo einfaldir, stelpunar eru alveg með okkur hérna með þetta við þurfum ekki mikið nei, mér er svo gaman að ég ætla nú ekki að fara út í þessa feministu umræðu sem var daginn sko, en ég ætla bara að nefna eitt punkt og alltaf að tala þetta bara kallmenn stjórna öllu og það alltaf komið sko, eins og ég sé þetta, það eru konur oftast bara með okkur í vasanum þegar við erum búin að vera í sambandi í ákveðin tíma með konum þá, það eru til kallmennana sem eru stjórnsamir og taka ákvarðanir en samt svona bak við tjöldin þá það alltaf eitthvað að skrúa í haustum á okkur eitt sem ég rakst á fyrir ekkert svo lengur síðan en ég ætla að klára það og ég verð að segja sko af náttúru hendi, það ég svo þakkláttur fyrir að konur gera það af því að mörguleiti þarf að stjórna okkur og við þurfum, þetta bara gott mót jafnvægi og þetta gerur okkur líka svo ána þegar við gerum eitthvað og við gerum þær ánar með því að gera eitthvað fyrir þær, fáum kost tilbaka og förum inn í daginn fullir að orku og ánægir þetta yndislegt hvernig það þannig að okkur líka svo mikilvægt að einhver þurfa okkur það er alveg sagt um leið og við finnum að einhver þarf okkur við erum svolítið og þess vegna svolítið erfitt fyrir okkur að vera ekki í sambandi kallmenn blómstra ekki eins mikið það mjög sjaldan sem maður sér mann vera blómstra upp á sitt besta ef hann ekki tengdu við ykkur á konu en síðan kemur kona inn í lífið og allt í henni hann farin að hreyfa fjöll sko. Það ótrúlega hvað við þurfum á þeim að halda og hversu oft hefur maður ekki heyrt hann þurfti bara góða konu það bara sannleikur í því ég var alltaf í gamla það var alltaf að segja þau bara nenni þess ekki en ég síðan við ekki nýja þetta ég þarf góða konu til að lifta upp sálinu minna því að annars sekkur hún bara niður þannig að konur, við elskum ykkur og takk fyrir það sem þið gerir fyrir okkur og ég held að það verið góð lokaður ég held að við séum konir bara með fínan tíma og ég ætla bara að þakka að kellaði fyrir stundu það var bara gaman að koma ég, bara eins og ég segi fórum víðan völl sem skemmtilegt, þetta eiginlega hver sagði við mun daginn þetta verður fróðlegu þáttur að sjá það sem þáttastjórnandi með bullandi ADHD en ég að gera mitt besta að reyna að halda mér á jörðinu ég misti þráðin að minnst okkur 3 svar það gaman, en það svo skemmtilegt að fá fólk með ADHD með mér af því að við dönsum bara saman eitthvað í bullið og það bara vonandi getur fólk fyllt okkur og eitthvað skilja það sem við erum að segja og ég ætla klálega að bjóða þér aftur hérna hlakka til að koma upp í standið þitt viltu að henda þessu einu sinni út? Ég heiti Stefni Benediktsson og með íslenskt uppistand á Shots Bar and Lounge og sem á loftinu fyrir ofan að Hansen í Hafnarfirði. Við erum yfirleitt 3. laugardaginn í mánuði og þetta svona 2 tíma sjó ég og 2 aðri grínistar að öllu jöfnu allt á íslensku ég held að sé 1500 kallinn alltaf að tala það, skot á barnum fylgir með þú veist dásamlegt, kíkja á þetta endilega þangað til næst, hafa það sem allra best